dag. Í síðustu viku fjölluðum við flóttamenn sem voru að læra íslensku og hvernig það gekk allt saman. Ég ætla að halda mig aðeins við þetta umræðu efni áfram þó á allt öðrum nótum sé því að gestur minn í dag Núra A. Rashid og hún búin að búa hér í 30 ár, hvorki meirinni minna á Íslandi og hún kemur frá Singapúr. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú eiginlega bara orðin Íslendingur, eða ekki? Já, nákvæmlega, bara alveg. Er það ekki? Já. Þú komst fyrir 30 árum. Já. Af hverju? Á þessi tímabil, ég kynnti sérna fyrirvandir maðurinn minn á Ísland, en ég var á þessi tíma að læra út í Bandaríkjunum. Já. Og við kynnumst hvort annan í gegnum netinu. Já. Og svo hann akkurat til að koma að heimsækja mig í Bandaríkjunum. Og svo ég kom líka til Ísland og kynnast bara landinu hérna. Og svo fer ég heim til Singapúr. Og þá gerum við bara akkurat til að ég myndi bara koma til Ísland. Og fara í háskóla hérna og bara vera bara hér með honum. Læra íslensku hér í háskóla? Já, læra hérna í íslenskur í háskóla hérna, sko. Já. Og svo ég var fyrst bara upprunni var bara til að læra svona samskipti, af því þetta var einmitt sem ég var að læra út í Bandaríkjunum. En það á þessi tímabil, það var ekki til svona námskeið hér á Ísland. Så ákvað ég bara, já, ég skal bara vinna á meðan ég bara finna út hvað mig langar að gera. Og á sama tíma ég þá fara að læra íslenskur. Já. Ég fór í gegnum hérna, hvað heiti þessi hérna, námslokkur, held ég, til að læra íslenskur. Og svo mér finnst bara, mér vantar meira svona til að læra. Og svo ákvað ég bara að fara til háskóla og læra íslensku fyrir útlendinga. Þá í gegnum þetta læri ég rosalega mikið hvernig að tala íslenskur, hvernig og ég veit að skriflegt ekki rosalega perfekt hjá mér, sko, en til að vita hvernig til að segja orðin rétt og svoleiðis það bara mikilvægt. Og ég var rosalega heppin að ég fekk rosalega góða kennara í háskólanum þarna. Þá læri ég og svo, og ég veit að æfa heima með tengdu foreldra á þessi tímabil líka og svo eiga nokkra íslensku vinir sem bara líka rosalega dugleg að spjalla við mig aðeins á íslenskur. Já. Fannst þið það ekki skipta miklu máli að fólk talaði íslensku við? Já, það miklu vægt, sko. Það var eins og flóttamennirnir sögðu hérna í síðustu viku þeir Íslendingar voru svo óduglegir að tala íslensku. Já. Gripu alltaf enskuna. Já, við þurfum að vera bara þolinmóð líka með okkur. Og ég veit að þegar við erum að reyna bara að hugsa inn að heila okkur, hvernig til að beygja orðin, það bara tekur rosalega langa tíma, sko. Að við erum ekki að skrifa, við erum að tala. Það er svona að við reynum að segja bara rétt orð. En ég veit að stundum við gerum bara vitleysu og bara gaman að líka fyrir fólk til að rétta okkar. En já, en það er bara smá, við bara læra að segja bara rétt og svoleið, sko. En segðu mér svolítið frá Singapúr. Hvernig það land? Singapúr landin sem bara með alls konar þjóðin býr þarna, en ég fjölskyldan minn svolítið blandað. Því amma minn frá pappa áttin kínverskur. Afi hann blanda búgis, hann líka svona blanda af kínverja og kínverskur og Malay. Þá þetta hjá pappa minn og hjá mamma minn. Amma Malay sem frá Singapúr og afi kemur frá Indonesia. Hann Javanese. Så mamma og pappa minn búin að vera blanda. Svona, og så ég koma annan þeir eru fyrsta generation, ég bara annan generation sem blanda. En hvaða mál talað í Þá við tölum bara enskur, tungumáli sem allir að tala. Og svo ef þú kínverskur, þá þú talar þú mandarískur. Ef þú Malay, þá talar þú bahasa Malayu. En ef þú indverskur, þá talar þú Tamil. En
allir á að tala enskur. Ensku, já. Já, þá allir getur bara að spjalla saman. Og skólarnir eru á ensku. Skólanum líka. Já. En í skólanum, við byrjum í leikskóla, við lærum bara 2 tungumálið. Það er enskur og tungumálið sem þú tala heima. Hvað heitir það? Það er barsamlega hjá mér og ensku. Og vinur minn, eins og vinur minn sem er kínverskur, þeir tala hérna mandarískur og ensku. Svolítið flókið. Já, já. En þú kemur þá hvað, 20 eða eitthvað svo leys, eða ekki? Já, ég kem hingað þegar ég var 20, já. Og hérna, hvernig leist þér nú á Ísland? Það var rosalega ævintýri fyrir mig finnst við, sko. Því ég flytti út frá Singapore þegar ég var 18 ára og kom til Bandaríkjunum til að læra. Já. Og ég veit að í Bandaríkjunum, fólk er svolítið svona alltaf brosandi og alltaf bara að segja bara how are you og svoleiðis, sko. Og þegar ég fyrst kom til Ísland, ég held bara, ég alltaf bara helsa fólk og bara brosandi, lappandi. Það var rosalega skrítið, því engin brosandi hér á Ísland á þessu tíma. Svolítið mikið öðruvísi en Bandaríkjamenn. Já, svo ég bara, þetta var þegar við vorum að lappa niður Laugavegur, sko. Og ég veit að það var bara ekki rosalega mikið ferðamenn á þessu tímabil og ég bara reyna bara brosandi á fólki. Fólk bara horfa á mig bara upp og niður bara, ég þekki þú ekki akkur og þú er brosandi hjá mér, sko. Já, ég skil. Så ég bara, og ég til og þetta bara menninga af íslensku sko, kannski, ekki vera svona brosandi og ég bara, núna ég bara, ekki brosa bara. En hvernig leist þið nú á veðurfarið á Íslandi? Þetta var ekki smá, sko, því, ég, í Bandaríkjunum, ég var í Michigan, það sem bara snjó og svoleið, sko, og þegar það var rosa mikið snjó, allt lokkað. Skólanum, háskólanum, allt lokkað. Og meðan hér, ég lendi í svona smá veður líka, sko, í vetur, en að snjó. Og ég spurði fyrirvandi mig bara, akkur ekki lokkað? Akkur ekki lokað? Já, bara, nei, þetta er bara venjulegt veður. Við erum svo, bara, þú má fara í skólan og þú má fara í vinnunni, þetta er bara ekki neitt, sko. Við erum bara vönd þess á Íslandi. Já, og ég bara, ok, allir og þá venjast ég líka bara, þetta er ekki neitt nema þegar það er gul viðvöru eða rauðan viðvöru. Og þegar á þessum tíma, þú sagði það fáir útlendingar sem löpuðu eftir Laugaveginum. En var það hort á þig? Já, það var bara að horfa á mig, bara, eins að því ég er brosandi, ég bara reyna að helsa á fólki og þeir bara, hvað er þetta? En svo eignaðistu 2 börn eftir þú komst til Íslands, eða ekki? Já, fyrsta barnin fættist 2004 og hinn fættist 2007. Og þau eru bara alltalandi á íslensku auðvitað, fætt og uppalinn hér og hefur alltaf líka vel hér, þau hafa aldrei hugsað að fara til síns heimalands. Nei, við erum bara mest bara að fara til Singapore til að fara í sumarfrí. Já. Þá ferðast við helsa ættingjum og svona, nákvæmlega. Já. En þú varst svolítið duglega að halda sambandi við aðra útlendinga. Voru það bara konur sem að voru í þessu félagi sem að þú varst formaður í? Það voru konur af erlendum uppruna. Já, það er rétt, já. Og það voru konur frá alls konar löndum? Já, alls konar löndin og alls konar reynslu og svoleið, sko, og menntun. Og hvað gerðu þið í þessu félagi? Við reynum bara að búa til svona alls konar atburður sem allir getur bara taka þátt í. En svo hringur konur, það er alltaf á sunnudaginn í bókasafnin niður í bæ. Og líka alls konar við erum líka með sjálfboði til að hjálpa fólk sem vantar einhver hjálp. Alltaf á þriðjudaginn, þeir getur bara hafa samband með okkur og við erum alltaf í vaktin á þriðjudaginn frá 8 til 10. Fólk getur bara panta tíma á netinu í gegnum tölvubuss
og bara ýmislegt, af því við erum með alls konar reynslu og við getum bara hjálpa að benda á ef þið langar að fá meira upplýsingar aðstæða og svoleiðis sko. Þetta var eitthvað sem vantaði þegar þú varst að koma hérna? Já, alveg. Það vantaði þetta. Það var bara ekki rosalega mikið svona sem veit þetta sko. Þú hefur verið heppin að því að þú varst með mannin sem sem Íslendingur. Íslenskt samfélag. Já. Og svo bara auðvitað það auðvelt fyrir mig til að komast inn í samfélagið. Já. En ég veit að það bara kannski svolítið erfitt fyrir hinn sem á engin svona mann eða ekkert bakland. Já. Og varstu vör við mjög mikla erfiðleika hjá þessum konum? Jú, svo mér lenda bara í mikið vandamál þegar þeir koma hingað sko, því þeir tala ekki tungumálið og svoleið sko. Og svo mér bara einstaklinga eða sem koma með fjölskylda sem bara komin til landsin og veit ekki neitt tungumálið sko. Og við reyndum bara að hjálpa að segja þeim bara koma hingað og þarna til að fá hjálp en svo fyrir lögfræðingur og svoleið sko. Við vendaðum á réttum stað og svoleið sko. Ertu ennþá í þessu félagi? Jú, ég ennþá í þessu félagi. Og bara alltaf reyna að taka þátt í alls konar atburður sem við erum að gera og svoleið sko. Ég man að ég kom einu sinni sem gestur til þín í þetta félag til að fjalla krabbamein og hvaða úrræði í boði fyrir þá sem að fá krabbamein. Þá var matur frá alls konar löndum. Pálinnaborð. Pálinnaborð, og það var einmitt af ákveðnu tilefni sem að þú fékkst mig til að koma. Af hverju? Já, af því á þessi tímabil ég fekk bara krabbamein, brjóstkrabbamein og ég var reyna að leita annan útlendingafólk sem búin að fara í gegnum þetta og það var bara ekki neitt sem búin að fara í gegnum þetta. Og ég var bara rosalega heppin að ég vinna í leikskóla þar sem 2 starfsmaður búin að fara í gegnum þetta. Og ég fekk upplýsingar frá þeim hvað ég átti að gera, hvað ég á að upplifa og svoleið sko. Hvert þú áttir að leita? Já, hvað til að leita, upplýsingunum, einmitt, en svo fyrir tryggingar og ýmislegt fleira. Ýmislegt, hvernig getur þú að fara að vinna aftur tilbaka og svoleið sko, allt þetta upplýsingar. Veikindaréttur og ýmislegt fleira. Veikindaréttur og svoleið sko. Já, nákvæmlega. En að fá krabbamein hlýtur að vera ótrúlega mikil lífsreynsla. Jú, það það. Að því sérstaklega að ég hér alin, ég á engin mamma mín úti í Singapúr. Ég á engin annan fjölskylda hérna nema fyrrverandi maðurinn minn og dætuna mína. Var þetta skömmu eftir þú komst til Íslands? Þetta var greindist 2011. Já. Svo bara, það var rosalega erfitt að því mamma mín líka bara reyna á ég koma til þín núna. Ég sagði, kannski ekki alveg strax. Að því ég þarf að fara lyfjameðferð og ég fekk að vita frá starfsmaður hjá mér hvernig þetta gengur hjá þeim og svoleið sko og ég bara undirbúa líkamann minn og helsu minn og hvernig til að fara yfir þetta sko að því ég þarf að fara í aðgerð líka að taka eitt brjóstin af og Hvernig forvitnast aðeins það? Hvernig fannstu út að þú varst með krabbamein í brjósti? Já, ég fór heim þegar ég var búin að útskrifast frá Háskóla Ísland með leikskóla kennari náminu. Fer heim til Singapúr til að hittast mamma mín og svoleiðis sko með stelpuna mína og fyrrverandi maður mín og ég alltaf yfirleitt fara í spa í Singapúr. Já. Så fá mér nutt og svoleiðis og kona sem nutta mig hún bara nutta alltaf og svo bara hún spurði mig á ég nutta brjóstin fram með maðunum líka. Bara já, gera það. Så þegar hún var að nutta mig, hún finna bara nuttur í brjóstin og ég bara, má ég fá hendina þinn? Ég bara, ok, já, og hún bara sýndi mig og láta mig fyrir, kannski þegar þú fara heim til Ísland, hafa bara tjekka þetta, sko. Og bara, já, ok, gera það og
þegar ég kom heim til Ísland, það var í ágúst, sem ég fekk tíma hjá heimilislæknir. Þá láta heimilislæknir vita þetta, sko, og hún bara tjekka hjá mér líka. Og hún senda mig bara til krabbameinsfélag til að fá skoðun meira. Þá auðvitað fara þangað og taka sýning og allt. Svo fór til spítala til að hitta læknir og þá fekk ég vita já, þú með brjóstakrabbamein. Og hvernig var þér við? Hvernig leið þér þá? Það var bara erfitt. Svakalega erfitt. Það enginn í mína fjölskyldu á brjóstakrabbamein. Það bara ég. Og eins og þú sagðir áðan, þá hafður engan til að leita til. Já, einmitt. Svo það var bara, rosalega erfitt tíma. En ég ákvað bara, gerum þetta. Þetta er bara verkefni? Já, þetta er verkefni. Já. Fara í lyfjameðferð, taka brjóstina og svo bara, þá bara aftur, geta bara byggja upp aftur og svoleiðis. Þetta er bara líkamann. Og þetta bara gekk vel? Já, þetta bara gekk rosalega vel hjá mér. Ég meina, og ég veit að það var rosalega erfitt annan og þriðja, fjórða, fimmta skipti af lyfjameðferð, sko. Þá langar ég bara, má ég bara deyja, ég get ekki meira. Var lyfjameðferðin erfið? Jú, það var erfitt. Því ég manneskja sem rosalega mikið orkur. Já. Alltaf gera einhvað og alltaf elda, baka og svoleiðis. Og þegar ég fór í annan skipti lyfjameðferð, þá finn ég bara hvernig ég á engin orkur. Já. Fyrir heila vikur af lyfjameðferð, það var bara engin orkur. Það var svolítið erfitt líka til bara stand upp frá sófanum eða rúminu til að fara í klósettir. Það var bara skelfilegt. Já, ég skil þig. Svo bara aftur heila vikur, 2 vikur aftur til að jafna mig, þá ég bara, ég fá aðeins meira orkur. Og svo bara, komin tíma til að fara aftur í meðferð. En krabbamenni kom ekkert aftur, er það? Nei, krabbamenni kom ekki aftur. Sem bara mjög gott. Ég er bara ánægð með. En þetta var mikið lífsreynsla? Já, svakalega mikið. Og ég fekk að segja mig dæturnar mína sem voru á þessu tímabil cirka 7 eða 6 og 30 ára. Eða 7, 30 ára. Og þeir sjá bara hvernig ég var með sitt hár, ég þá að klippa og ég var að missa hárið. Mistur hárið? Já. Mista hárið. En svo barnið minn yngri, þegar ég fór í klippingur til að undirbúa fyrir hérna meðferð, þá hún sagði við mig, Mommy, you look like a boy. Ég bara, því ég þá var að klippa hárið með stutt. Og hún aldrei sjá mig með stutta hár. Ég var alltaf með sitt hár. En vissi eldri stelpan hvað var að þér? Já. Sagður henni alltaf frá? Já. Ég segi bara alltaf með krakkana hvað er í gangi hjá mér. Því ég ætla ekki að fela þetta. Nei. Því, ég meina, þeir geta séð bara hvernig ég er líka. Ég á engin tíma, ég á engin orku til að vera með þeim og hjálpa greiða hárið og svoleið, sko. En þá varstu búin að eignast einhverja íslenska vini, er það ekki? Já. Og ég var rosalega heppin. Ég á einn íslensku vini sem er hjúkrunarfræðingur. Því þegar þú er farið gegnum lífjameðferð á annan daginn eða 3. dagurinn, þú þarf að fá sprittur og spritta á mánum. Og ég var fyrsta skipti bara, nei, ég get ekki gera þetta sjálf, sko. Ég var bara hrætt, sko. Svo ég kallaði á henni og hún kom til mín og hún hjálpaði mig að gera þetta. Og ég var mjög þakklátt fyrir henni. Já, ég trúi því. Já. Þú sagðir áðan, Nurra, að þú hefðir lært leikskólafræði við háskólan. Já. Það er nú ekkert smá nám. Já, það er ekki smá nám, já. Nei. Ég var líka heppin, ég kom á síðasta hópur sem þá var bara læra leikskólakennari fyrir 3 ár námi, sko. 3 ára nám? Já, 3 ára námi. Var það ekki í háskólanum? Já, í háskólanum. Því eftir það var bara, þú þá að vera 5 ár með mestari. Já. En
námsefnið, bækurnar, voru þær allar á íslensku? Nei, sem betur fer. Þeir voru, sumir var hérna á enskur og sumir var bara íslenskur. En ég bara heppin, ég getur bara lesa og skila íslenskur. Já. Og hérna líka ráðgjafir hjá mér sagði við mig, já, þú getur líka taka próf. Þú getur skrifa prófinu á enskur. Já, já. Ég meina, textina all bara á spurningar all á íslenskur. Já. Og ég get bara svara á ensku til að vera flytja mig og svoleið, sko. En af hverju valdirðu leikskólanámið? Leikskólakennaranámið? Já, því hérna, mér finnst þetta var bara rosa skemmtilegt. Varstu byrjuð að vinna á leikskóla áður? Já. Þar hefur kynst starfinu. Já. Já, ég skilði. Já, og mér finnst þetta bara rosa skemmtilegt og að vera með börnum og svoleið, sko. En hvernig gekk þér að tala við börnin þegar þú byrjaðir að vinna á leikskóla? Já, það var svolítið hérna erfitt fyrst, en eftir það var bara auðveldara að tala íslensku með þær, sko. Fannst þér ekki læra mikið af börnum? Jú, ég læra rosa mikið og börnin líka rosa forvitin að því þú sé bara annan andliti, það ekki allt hvítur, sko, hjá mér. Og þau eru svo hreinskilin og þau spyrja bara. Já, en hvaðan þetta frá og svo sumir bara líka reyna að spjalla við mig á ensku og svoleiðis líka, sko. Já, nákvæmlega. Það var rosa fyndið. En svo núna, börn sem ég var að passa þegar ég byrja að vinna í leikskóla, eru að vinna saman með mér í leikskóla. Það eru vinnufélagar í dag, en gaman. Já. Hvar ertu að vinna? Ég að vinna í leikskóla Altaborg. Altaborg? Já. Já. Það rosalega skemmtilegt og gaman að sjá börnin aftur að koma að vinna við hliðina á mér og svoleið, sko. Ég skil. Mér fannst svolítið mér langaði til að fá eitthvað með þér. Já. Og ég var svolítið ánægð þó að ég hafi ekki fengið neitt með þér. Já. Þegar þú sagðir það allir að vinna þessum tíma. Já. Það segir mér að útlendingar fá vinnu á Íslandi. Og hvað fannst þér einna erfiðast við íslenskuna? Eða hvað finnst þér einna erfiðast við íslenskuna? Það framburðurinn eða? Já, það svolítið framburður og svo líka þegar við þurfum að beygja orðina líka, sko. Já. Því eins og núna líka, ég þarf bara að hugsa bara hvernig á ég beygja þetta orðina líka, einmitt, sko. Já. Það eru föllin og svo kynin og tíðnar og þetta allt saman. Já. Það segja það flestir, sko. Já. En þú læriðir eitthvað í málfræði, eða ekki, í háskólanum? Jú, ég læra þetta líka og hljóðfræði líka, hvernig að segja rétt orðin, svona, sko. En hérna... Já, ég get ímyndað mér að það hefur verið erfitt því að ég er íslensku fræðingur og fór í gegnum þetta allt eins og þú og fannst það bara nokkuð erfitt. Já, en sumir ekki alveg með svona eins og R. Já, svona, sko. Það ekki hljóð í þínu tungumáli. Það bara á bahasamlægu en ekki á kínverskur. Já, það kemur ekkert í kínverskur. Já. Það var bara svolítið erfið, en ég skilaði líka, sko, hvernig það til að koma fram þetta orð er svolítið erfið. Þú ert búin að ná R-inu alveg? Já, ég náði það líka. En Núra, hvað gerir þú þegar að þú ert ekki að vinna? Svo ég ekki að vinna, ég bara með börnum minn og líka með vinkona minn líka, sko. Og við erum alltaf að reyna að gera ýmislegt fyrir okkur sjálfur líka og sjálfbúði líka. Bara gaman að bara... Ertu sjálfbúðaliði eitthvað staðar? Já, bara með samtökunna af lendur. Samtökunum, já, nákvæmlega. Hefur þú ferðast mikið Ísland? Jú, búin að fara allstaða á Ísland og vita bara ég þarf bara að ferðast meira til að vita svona að það svo mikið breytinga líka en ég ekki rosa dugleg núna í sumari að fara að ferðast út allt Ísland. Hvernig finnst þér Ísland hafa breyst á þessum 30 árum? Guð mig góður, það bara fólki að búin að breyta rosa mikið og all ferðamannstaðin líka núna með að leggja bílinn, núna við þurfum að borga sem við erum aldrei þá að borga. Og líka Blálónið. Þetta bara einn sem mest rosa mikið breytinga. Já. Þegar ég kom hingað fyrst,
Blálónin var bara lítil og það var bara girðingur, það var bara ekki eins og núna. Og ég man það, við vorum að borga kannski cirka 990 krónur til að komast inn og fattaklefa var bara lítil og svoleið sko. Svo núna til að komast inn í Blálónið, ég man ekki hvað það kostar núna. Mjög dýrt. Já, ég var aldrei farað þangað núna, nema ef ég með ættinga eða vinni sem að koma heimsók. En ég sagði með þeim, þið með fara inn, ég skal bara bíða fyrir utan. Þetta nákvæmlega sama og ég gerði einu sinni þegar ég var að fá erlenda gesti. Ég beið bara frammi á mig. Já, ég langar ekki að fara inn, sko. Og svo auðvitað en svo Skylagoon komin núna í Kópavogur, að ég býr í Kópavogur. Það líka rosa gaman að fara þangað. En það samt bara, þetta svolítið dýrt fyrir okkur til að fara. Já, það dýrt fyrir heila fjölskyldu. Já. Og ég senda bara vinnu minn, þið fara þangað, ég býða bara heima. Já, akkurat. En ég ætla að spyrja þig svolítið svona kannski viðkvæmt. Hefur þú orðið vör við kynþáttafordóma í þinn garð? Ég var bara rosa heppin. Ég var aldrei lenda í þetta. Aldrei lenda í því? Já, en ég veit fólk sem búin að lenda í svona, sko, ástandin. Lítur að kynst því í félagskapnum? Já, í félagskapnum, já. En ég bara heppin, ég hefur aldrei lendið í svona. Enda þú ert nú bara svona næstu því íslenski framann? Ég held það kannski, já. En sækir eitthvað tíman að þér heimþrá? Langar þið að fara heim? Nei, mér finnst ekki. Þetta er alveg orðin íslendingur? Já, ég er orðin íslensk. Já. Þegar ég fór heim til Singapore, heimsækja mamma minn og ættingina og svoleið, sko. Ég var hissa þegar einn vinkona sagði við mig, já, þú ekki lengur svona með Asias svona perspektíf. Já. Þú meira svona western perspektíf. Ég bara, já, það kannski bara rétt. Af því ég búin að búa í Bandaríkjunum og svo byrja ég hér á Ísland. Þá ég með svolítið blanda, ég myndi bara segja blanda. Hver finnst þér vera aðal munurinn á Bandaríkjunum á Íslandi? Það bara, í Bandaríkjunum meira svona, þeir meira opin. Opin, já. Já, og meðan hér á Ísland meira lokal. Já. Þú þá þekki manneskja rosalega vel fyrir þeim til að vera opin með þér. En svo Íslandingur með sumarklúbbum. Ég búin að fara í eina sumarklúbbum í mér ævintýri hér á Ísland, sko. Og flest auðvitað bara reyna að tala við mig á íslensku á þessi tímabil sem ég fyrst kom til Ísland. Já. Það var svolítið erfitt, af því ég bara einn manneskja sem frá útlandum og allir Íslandingur. Og auðvitað þeir eru bara að tala, þeir þekki hvort annan. Ég þekki þeim ekki rosalega vel. En það var svolítið erfitt að koma inn að spjallinu. Já. Já. En það hefur kannski hjálpað líka því að þú hefur enskuna. Já. En þá átti það ég bara segi með maður, fyrirvændi maður, þetta svolítið erfitt að koma inn í sumarklúbbum þegar konuna búin að vera saman mjög lengi. Já. Og þess vegna ég gera bara minn sumarklúbba með minn vinkona minn. Já, þannig að þú ert með þannig sumarklúbb. Já. En þú ferðast töluvert Ísland og ertu þá að keyra sjálf, eða? Já. Ég bara keyra. Ég kann að keyra. Já, akkurat. Já. Þér finnst kannski skrítið að fá svona spurningar en þú ert greinilega orðin bara alveg eins og hver annar Íslendingur. Já. Ég meina, ég þekki betur göttuna hvernig til að fara í eitt staði með styttri leið og svoleið, sko. Já, og þegar þú ferð í sumarfrí erlendis, þá ferð ekkert endilega til heimalandsins. Nei. Við ferðum líka til, eins og til Bretlandi, búin að fara þangað, París og Ítalíu og svoleið, sko.
Við erum ekki alltaf fara heim til Singapore, stundum líka hérna mamma mín að koma hingað í sumarfrí. Já. Svo fórum við saman kannski til hérna, en svo síðast við fórum til Bretlandi og París líka. Hvernig leist mömmu og pappa eða mömmuðinni á Ísland? Mamma mín finnst þetta bara rosalega kall fyrir henni. Hún alveg hissa á því og skildir hafa sest að á Íslandi? Já, hún segir við mig bara, fyrst þú fært til Bandaríkjunum og núna til Ísland, ætlar þú fara núna næst í Norðurpólu. Já, hún svona líkti Íslandi næstu því við Norðurpólu. Já, því mér finnst bara rosalega gott að búa hérna, því það er ferskt loft og aldrei rosalega heitt hérna, sko. Og öryggi. Öryggi líka, sko, einmitt. En hvað vissirðu Ísland áður en þú kynntist manninu þínu? Oh my god, já, það var bara ekki neitt. Hafðirðu heyrt nafni nefnt, Ísland nefnt? Já, ég hef heyrt Ísland, en auðvitað í hérna menntaskólinn, við erum að læra veröldina. Já, veröldina og svoleiðis, sko, og við rætum hérna jarðskjálfta og svoleiðis. Ísland er eitt landin sem er með jarðskjálfta, ekki bara Japan og svoleiðis, sko. Og eldgos. Já, og eldgos. En hérna, annars bara veit ég ekki neitt meira Ísland. Nema þannig að ég þekki fyrrverandi maðurinn minn og kom svo til Ísland. Það var bara, svona, allir hinir vinkonur minn sagði við mig áðan ég flytt hingað. Ber fólk á Ísland í íglú? Í snjóhúsum? Já, snjóhúsið. Nei, það er blokkir, það er húsið. Já. Og ég bara taka minn og sína þeim bara allt í þeirra hérna hugminn, það er bara allir í snjóhúsið. Já. En má ég líka spyrja þig að öðru svolítið persónulegu. Þegar þú varst að alast upp, var fátækt á þínu heimili? Nei, það er engin. Já. Og yfirleitt svona velsælt? Já, við erum bara velsælt. Og bara allir? Allir, já. Já. Allir á sína húsið og svoleiðis, sko, bara enginn sem er bara... Og allir fá að fara í skóla? Allir fá að skóla. Og allt svoleiðis, já. En hvað ætlar þú nú að fara að gera í dag þegar þú ert búin hér? Ég er búin hér, í þessi vitalið? Já. Fara heim, hvíla mig og svo fara til apótek til að borða hérna ostruð. Ertu í fríi frá leikskólanum í dag? Já, ég er í stytting í dag og þess vegna kem ég bara hingað fyrir vitalið og svo ætla ég bara að njóta. Hvað segirðu? Ertu í stytting? Hvað er það? Það hérna, heila vikur við eigum 4 klukkutíma í búin að vinna. Sko. Já, það er samkvæmt kjarasamningu. Já, kjarasamningu. Já, akkurat. Ég er einmitt að fara í leikskóla á eftir og útskrifa langömmu drengin minn. Já. Hann er að fara að útskrifast úr leikskóla bráðum 6 ára. Já, það er ekki. Okkur er á 10. júni. 10. júni, já. Það er bara rosalega gaman. En núna bara krakkana á að æfa að gera danssýningur fyrir foreldra sinna. Hvað eru stelpurnar þínar að gera? Stelpuna mín er hérna, hún eldri, hún er heima, hún er bara í öryggi. Af því hún er þroskahömluð. Hún er þroskahömluð, já. Og hún er líka með flóðveikir líka, sko. Þá hún er bara, núna hún er ekki í neinum námskeið, annars hún er dugleg að fara í námskeið. Hún elskar að teikna og svoleiðis, en hún er rosalega góður að teikna. Og núna eftir sumarfrí ætlar hún að fara í annan námskeið líka, í fjölmennt. Já. Og yngri núna er hérna reyna að klára hérna fjárnám í FG. Já. Og hún er líka að vinna bæði í Hakup og í leikskóla. Dugleg. Já, hún þarf að fá peninga til að fara heim til Singapore að vesla. Já, finnst þér gaman að fara þangað? Já, við erum að fara núna í júli. Já. Og þess vegna hún ætla bara, ég skal bara vinna og safna peninga til að eyða peninga út í Singapore. En önnur svona persónuleg spurning, Nóra, er eldri dótturinn fædd svona þroskaskert? Já, hún er fædd með hérna tuberous sclerosis.
það sem hérna er ekki rosalega hérna Algengt. algengt. Já. Það nokkra börn hér á Ísland sem með þetta og líka út í heiminin. Og hún fekk hérna fyrst af barnaflóðverki þegar hún var 3 mánuð. Já. Og það hefur fyllt henni alveg síðan. Já. Ég skil. Já, en dugleg stelpa. Já, og hún bara mjög duglegur svona að fara gegnum þetta og taka lyfjum sínum og svona sko. Já, ég skil. Já, ég held að við séum búin að tæma umræðulistan. Viltu segja eitthvað að lokum? Ég bara takk fyrir að hafa með hingað. Mín var ánægjan. Þetta sko. Skemmtilega að hvernig að segja, bara share bara mín upplifum líka hér á Ísland og svo sko. Eigum við ekki að hvetja allar konur af erlendu bergi til þess að ganga í félagið? Jú, þetta bara 1 og 2 og 3 sem á að gera. Já, ef einhver að hlusta á okkur núna og þekkir eitthvað sem að gæti verið haft gagnaði að gangi í þetta félag, endilega hvetja hann, ekki satt? Já, bara endilega bara koma til hérna samtökvenna af erlendubruna. Þetta að finna ykkur á netinu? Já, þú getur bara að finna okkur á netinu líka sko. Og við eigum skrifstofa í Túngata 14. Líka. Já, þarna sem ég kom ekki þarna á Suðurgötunni. Já, Tungötunni segja ég. Túngata 14. Já. Æðislegt. Já. Og getur finna okkur líka í Facebook líka. Já, Facebook líka. Allir á Facebook. Samtökvenna af erlendubruna líka. Já, akkurat. Þá held ég við séum bara komin að leiða lokum. Ég þakka þér innilega fyrir að koma Nura og var ofsalega gaman að spjalla við þig. Og takk fyrir að bjóða mig að koma og spjalla líka. Bara mín var ánægja. Þættir mér lokið að sinni. Við hittumst að vikuliðinni, verðið sæl. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.